Herri, þá það seinni parturinn af uppröfuninni og bara demba mér beint á stað. Þetta bara heldur sama formi og seinast. Þetta bara skipt niður í þá kafla sem við fórum yfir og hér spurningar sem eru lagðar til grundvallar lokaprófinu í lok hvers. Við fórum yfir á föstudaginn svolítið hraðferð yfir HTML, CSS og JavaScript í vafranum svona, og grunn bara málið. Ekki í vafranum þegar það það sem við ætlum að fara yfir núna ásamt Node.js, HTTP og allir þessu svona sem var í seinni hluta námskeiðsins. En JavaScript er það sem við notum til þess að eiga við og gefa vefjunum okkar eitthvað líf á framöndanum. Og til þess að gera það þá förum við í gegnum dommið sem er Document Object Model sem er svona hlutlaust á plattforma og mál. Þetta er bara sett upp til þess að vera í raun einhver leið til þess að eiga við eitthvað tré sem er sett upp eins og XML eða HTML og aðgerðir til þess að eiga við þetta tré. Og leyfir sem sagt forritum og skriftum að gera dýnamískar breytingar á efni, skipulagi og útliti skjala. Og þetta er staðlað af W3C, eins og svo margt annað tengt vefnum. Og þetta er það þannig að við erum með eitthvað HTML sem við skrifum og þegar við erum búin að skrifa það svona fínt og flott, þá tekur vafrinn það eða einhver client og passar það og býr til einhvers konar svona lagskiptingu eða eitthvað svona tré sem er þá það sem við getum átt við og tekið út, bætt við inn í eða breytt nóðunum á þessum stöðum. Og þannig þá yfirleitt erum við með einhverja textanóður sem lauf í þessu tríi okkar, sem er það bara contentið okkar, og svo erum við með þessi element sem innihalda element og svo framvegis sem að hjúpa þennan texta eða myndir. Til þess að finna og eiga við nóður í þessu Document Object Modeli, þá getum við notað nokkrar aðgerðir, en það sem er æskilegast að gera í dag er að nota query selector og það nýtir CSS selektora og þá semantík sem við höfum í þeim og við þekkjum ágætlega til þess að velja einhvern nákvæm element og leyfir okkur að nota sömu semantíkina þar. Þannig að við skrifum bara einhvern query selector, við köllum í query selector með einhverjum CSS selektor og query selector mun gefa okkur fyrsta elementið sem passar, leitað á dýftina fyrst og við getum kallaði þetta á þessu document sem er stag sem við fáum úr dominu. Þannig að hérna munum við leita í öllu document trénu eftir þessum selektor sem er classum important og á dýftina munum við finna fyrsta elementið eða ef ekkert er til staðar, ekki neitt. Þannig að það mun bara skila okkur engu. Og við getum líka gert þetta fyrir eitthvað ákveðið element. Þannig að ef við erum búin að finna eitthvað ákveðið element og við viljum finna enn frekar undir í hlutré þess elements eitthvað annað, þá getum við kallað í element.query selector og þá leitum við bara í því hlutré. Element er partur af skjalinu og á sér svona eigindi og föll ásamt því að erfa frá node sem er toppurinn á þessu erfðamengi fyrir dommið, þar sem við erum með node.f sem gefur okkur ákveðna hluti, svo fáum við element og svo fáum við sértækari hluti í HTML element sem er þá fyrir HTML og lýsir einhverju HTML elementi og svo höfum við element fyrir hvert og eitt einasta element sem er svo til dæmis HTML anchor element fyrir A og svo framvegis. Og þessi element gefa okkur líka aðra hluti eins og þau gefa okkur node type, hvers konar nóða er þetta texti, er þetta element og ýmsar aðgerðir sem við getum notað til þess að eiga við hlutina. Ok, svo erum við með atburði eða events sem að við hengjum okkur á eða nýtum til þess að bregðast við þegar eitthvað gerist á vefnum okkar. Þannig að við erum búin að setja upp eitthvað fóðalega flott form, einhver smellir á eitthvað input eða ýtir okkur takka
eða hreyfir mús eða slær inn á lyklaborðið, þá getum við húkkað okkur inn í það og brugðist við þessum atburðum. Og þeir geta svo bæði verið einhver sem vafrinn veldur, til dæmis þegar vafrinn búinn að hlaða upp síðunni, þá viljum við gera eitthvað þegar dommið tilbúið og þá sem notandi veldur. Svo höfum við þetta hugtak unobtrusive JavaScript sem kemur svo aftur inn í þessar pælingar sem við fórum aftur yfir á föstudaginn með progressive enhancement og það, að við viljum aðskilja hegðunina á síðan okkar frá markupinu og útlitinu og við viljum skilja eftir sem minnst fótspor þegar við erum að eiga við einhverja síðu og erum að gera einhverja virkni. Þá viljum við í raun vera sem minnst í global scope af því að þá býður það bara upp á því að við getum lent í einhverju vandræði með einhver annar óvart í global scope og við skrifum yfir hvort annað eða eitthvað svoleiðis, en líka bara til þess að vera kurteis og þetta bara faglegt og fínt. Og við viljum athuga hvort einhver virkni sé studd og þá bætinu við. Og við fórum kannski ekkert voðalega djúpt í þetta, en þetta bara þessi progressive enhancement pæling. Við viljum ekki byrja á einhverjum alveg ekstrem enda og gracefully degrada til einhvers notanda sem ekki með alveg nýjasta vafran, heldur viljum við athuga, þessi vafri að styðja þetta og þá nýta þann stuðning. Þó svo að þetta getur oft á tíðum kannski verið svolítið flókið, en þá þetta svona besta leiðin til þess að vera góður VF-borgari og VF-smiður. Object detection, ekki browser detection. jQuery síðan hlutur sem út allt og forritasafn sem fyrir JavaScript á framenda sem kom fyrst út árið 2006 og það var í raun þessi pæling hvað við getum notað CSS-selektora fyrir JavaScript sem hrundi því af stað og þetta bara svona með alls konar hjálparföllum við að vinna með dommið, við eventa, við animationir og við Ajax og mjög auðvelt að búa til svona plugins og mjög mörg þeirra til eins og þið hafið líklegast svona aðeins snert á og já, svo höfum við JSON sem JavaScript Object Notation en þetta létt gagnaformat sem auðvelt að lesa og skrifa bæði fyrir menn og vélar og hefur tekið svona við keflinu af XML. Þetta byggir á þessum almennu gagnastruktúrum sem við notum mikið, sem eru þá einhver objektar eða dictionary, hash tables, hvað sem við köllum það. Það sem við erum með eitthvað gildi, við erum með eitthvað heiti, eitthvað breytuheiti og svo eitthvað gildi bundið við það. Og það gildi getur verið hvað sem jafnvel annað svona objekt. Og svo einhverjum röðum listum sem við þekkjum þá líka sem array oftast. Og þetta eru þá gagnastruktúrar sem eru til í JavaScript og í langflestum forritunarmálum og JSON í raun færir þá yfir á þetta form byggða á JavaScript syntaxnum og leyfir okkur að vinna með þetta á milli vefþjóna ef við erum að skrifa vefi eða jafnvel að einhver bakendi sé að búa til JSON sem við erum síðan að nýta og gerum alls konar við. Ajax, þetta hugtak stóð upprunalega fyrir asynchronous JavaScript en XML en var skilgreint þarna 2005, þannig að það komið svolítið til ára sinna, en í dag bara svona hugtak sem það að vera ekki að hlaða allri síðunni aftur til þess að sækja einhver gögn sem breyttust, heldur að sækja þau í litlum bitum. Þannig að ef ég ýti á einhver taka, þá reloada ekki allir síðunni, heldur sæki ég bara eitt bút og bæti honum við síðuna eftir á. Þannig að við getum, eins og við gerðum í verkefninu, með gengið, þá vorum við í raun að búa til alla síðuna upp og nýtt eiginlega með því einu að ýta á einhvern taka. Og þetta getur bæði verið mjög gott og þetta getur líka, yfirleitt þetta bara gott, en undir þeim formerkjum að við séum að gera þetta svona progressively. Við viljum helst ekki að ef eitthvað klikkar í JavaScriptinu okkar, að þá brotni allt. Þannig að ef við erum alveg ekstra cool á því, þá látum við fyrst hlutinu alla virka án Ajax og bætum síðan við Ajax-virkninni eftir á. En með þessu hægt að gera bara mjög skemmtilega vefi og mjög mikið notað. En þegar við erum að nota Ajax,
þá tókum við smá umfjöllun same origin og course. En þessi same origin policy að segja til að ef við erum með einhverja síðu og það einhver önnur síða sem við vitum af og við viljum sækja eitthvað frá henni, þá megum við það ekki nema við séum á sama prótókolli, porti og host. Það að segja að ef við erum á foo.example.org undir HTTPS, þá máttu sækja foo.example.org/data.json, en þú máttir ekki sækja það á http bar.example, þegar þú ert ekki á sama prótókolli, þú ert á HTTP, ekki HTTPS, og þú ert ekki á sama host, sem er bar.example.org. Og þetta gert til þess að ég get ekki nýtt mér það að sækja einhver gögn í nafni einhvers annars notanda á einhvern annan vefþjón, þó að hann sé jafnvel undir sama aðila. Til dæmis að ég sé með eitthvað á hi.is því ekki að ég megi geta sótt eitthvað á webmail.hi.is, þegar þá get ég hugsanlega einhvern veginn komast í einhver gögn sem ekki að komast í. En við megum þó vísa í og nota JavaScript, CSS myndir og fleira sem að við nýtum oft á tíðum, eins og til dæmis bara ef við erum að sækja Bootstrap eða jQuery frá einhverju svona CDN sem að býður okkur upp á að sækja hlutina einhvers staðar að úr heiminum. En við getum síðan nota þetta course headera sem að cross origin request eitthvað, sem ég man ekki, sem að við getum þá skilgreint einhvern vefþjón, þannig að ég get sagt á bar.example.org að foo.example.org má sækja hluti eða bara allir megi gera það. Þannig að það er ástæðan fyrir að við gátum nota þetta gögnin frá apis.is, þegar þeir segja bara í course headerunum sínum að stjarna, bara allir megi að sækja öll gögn frá þeim. Þannig að þetta er eitthvað sem að verður meira og meira relevant, að vita svona hvernig svona öryggismódelið er að þróast í vefurunum. Af því að eftir því sem að vefurinn er að þróast, þá eru að koma nýjar leiðir til þess að gera eitthvað af sér og þá er þetta svona, þá breytist umhverfið. Svo erum við með strict mode fyrir JavaScript sem kom í ECMAScript 5. Það var sett svona sem backwards compatible leið til þess að skrifa betri kóða og þá skilgreinum við efst í falli eða skjali uStrict og þá fáum við villur ef við reynum að nota óskilgreinda breytur, ef við reynum að endurskilgreina eitthvað í hlut, eða sama eigindi er skilgreind oftar en eigin hlut, ef við erum að nota eval sem er engan veginn sniðugt og með því að búa til nýja breytur sérstaklega gegn það getum við verið að opna okkur fyrir alls konar rugli. En þetta er svona, leið til þess að skrifa betra JavaScript og við svona fórum yfir þetta og höfum verið að gera í seinustu verkefnum með því að nota JS Hint sem er fork af JS Lint sem var upprunalega búið til og hún er Douglas Crockford sem skilgreindi líka JSON. En þetta leyfir okkur að sérsníða og skilgreina betur hvernig við viljum að uStrict hægi sér í okkar konteksti. Og við getum keyrt það á netinu eða við getum keyrt það sjálfkrafa og það er það sem við höfum verið að gera með því að keyra í gegnum Gulp til dæmis. Eitthvað sem keyrir sjálfkrafa eða keyrir þegar við viljum það sem að hjálpa okkur að viðhalda einhverjum standard á JavaScriptinu okkar. Af því að það er mjög auðvelt að skrifa mjög svona óskiljanlegt og skrítið JavaScript og þá er gott að setja sér einhverja svona grunnreglur og halda sig við það. Sérstaklega þegar við fyrir að vinna í stórum hópum. Það eitthvað að ég skrifa eitthvað á einn hátt getur mega sens fyrir mig en það megar einhvern sens fyrir einhvern annan og þá er gott að taka eitthvað svona sem er bara eitthvað svona konsensus eða skilgreina það saman. Ok, hvað er DOM-ið? Við erum búin að fara yfir það. DOM-nóðan, það er þetta efsta stig sem er í DOM-inu og document er eitthvað sem við getum fengið aðgang að til þess að geta tala við dokumentið sjálft. Föll og eigindi, þannig erum við eins og með get element by ID er fall sem er notað en við ættum nú ekki að nota sérstaklega query selector í staðinn og eigindi eins og node type og þess áttar. Query selector og query selector all. Query selector all virkar eins og query selector nema finnur öll element sem að matcha á selektorinn okkar undir viðkomandi annarkvort dokument eða elementi sem við erum að leita eftir. Element, hvernig kemur það inn í
DOM-ið og hvernig tengist það við síðan HTML-element sem við erum að vinna með. Hvernig getum við geymt gögn á elementum? Þá erum við með þessi data attribute. Hvað eru atburðir? Og hvernig tökum við þátt í þeim? Þá erum við með add event listener eða remove event listener til þess að hengja á einhverjur ákveðin element að þegar eitthvað ákveðið gerist þá keyrum við eitthvað fall. Debouncing hugtak sem hægt að nota þegar við erum að gera eitthvað ákveðin, við tökum þátt í einhverjum atburð og hann gerast oftar en við hugsanlega getum brugðist við honum og þá viljum við debounce honum sem því að við bregðumst bara við einu sinni, til dæmis ef ég er að skrolla síðu og ég er búinn að hengja eitthvað á scroll-eventin að þá geti ég verið að keyra eitthvað kóða mörg 100 sinnum þegar það væri nóg fyrir mig að keyra hann einu sinni. Þetta sem kemur inn í svona performance-mál sem við náðum nú ekki að fara yfir en hérna vert að hafa í huga. Unobtrusive JavaScript og hvernig tengjum við HTML og JavaScript og það var þá þessi í hvaða röð við keyrum þetta upp og hvaða áhrif það hefur á það, hvernig JavaScriptið þáttað með tilliti til þá raðarinnar ef við setjum það efst í head versus ef við setjum það neðst í bottom af því að við keyrum yfir allt skjalið línu fyrir línu, HTML skjalið og ef við fáum JavaScript þá sækjum við það og á meðan blokkar browserinn þannig að við getum lent í því að síðan okkar getur verið hægari að birtast bara þegar við setjum JavaScript skjalið okkar efst en ekki neðst í hérna body. Og já, hvernig virkar það þegar það verið hleður í JavaScripti? Hvað er jQuery? Og hvernig jQuery er eitthvað library sem við getum notað í JavaScript til þess að auðvelda okkur ýmsa vinnu. En jQuery er ekki JavaScript, það er bara hjálpartól. JSON, og það eru þarna einhverjar takmarkanir á því hvernig það er öðruvísi en JavaScript hlutir. Þá að strengir mega verða að vera með double quotes og við verðum alltaf að hafa alla lykla í objektum sem strengi. Hvað er Ajax? Og þá XML HTTP request sem er þessi staðlaði hlutur sem leyfir okkur að gera þessi Ajax-köll. Og course og same origin. Strict mode, JSLint og JSint, hvernig tengist þetta allt saman og hvernig getum við nýtt þetta til þess að setja upp og hjálpa okkur í verkefnum. Ok, tæki og tól. Við erum búin að nota NPM nokkuð mikið, Node Packaged Modules, sem að leyfa okkur að sækja alls konar tæki og tól sem geta gert líf okkar skemmtilegra og auðveldara. En þetta er pakkastjórinn fyrir Node.js og fylgir með. Við sækjum bara Node og þá kemur þetta með og við getum í raun verið að nota sótt Node og setta upp hjá okkur og aldrei verið að nota neitt Node.js sem slíkt í að keyra einhvern bakenda, bara þess að keyra einhver tól sem við sækjum í gegnum Node eins og Gulp. Og það er mjög auðvelt að sækja Node.js pakka og já, og þetta er í raun líka tól til þess að halda utan um hvaða útgáfu af hvaða pökkum og í hvaða kontexti við notum þá. Þannig að við erum með þessi dependencies og dev dependencies og við getum búið til þetta package.json með því að nota npm init. Síðan erum við með Bower sem er eins og npm og setjum upp með npm en setur upp sem sagt pakka fyrir framöndan. Þannig að við getum sótt til dæmis jQuery í staðan fyrir að fara á jQuery.com, finna eitthvað download link, downloada þessu og draga þetta inn einhverja möppu úr downloads-möppun okkar, þá getum við bara gert Bower install jQuery og seifa það og vita þá að þetta projekt er að keyra á móti jQuery 2, eitthvað og þá vitum við bara, það er bara mjög explicit hvað við erum að nota. Og svo ætlum við að uppfæra það og þá notum við bara Bower til þess að uppfæra það. Og það að vera svona explicit það hvaða hluti við erum að nota, gerir það að verkum að við getum sleppt til þess að checka inn öll dependency-in okkar í source control. Eins og þið hafi kannski, ef þið reyndu einhvern veginn að senda eitthvað verkefni með öllum node modules og Bower components, þá gat það hlaupið á 20 ef ekki 100 megabæta. Svo notum við þetta í byrjun til að setja svona taskrunnera eða build system, tól sem gera handvirkir hlutinu sjálfvirka og við ég vona að þið hafi fengið smá svona
svona sens á það, hvað það getur verið gott að setja upp almennilegt flæði og vera ekki að bakast áfram með það að nota eitthvað texteditor, vist eitthvað, uploada FTP, fara að opna eitthvað browser, refresh eitthvað og gera svona heldur að reyna að stytta þessar feedback loopur sem við erum að nota, sem við erum alltaf að vinna með þegar við erum að forrita og reyna að fá feedbackið eins hratt og við mögulega getum til þess að vita í raun hvernig við erum að bregðast við og vera ekki að eyða tíma. Gulp það sem við notum sérstaklega. Hann svona streymandi taskrunnur, nota þessi strauma úr Node.js til þess að keyra hluti í gegnum svona workflow og svona einfalt og frekar hratt miðað við eins og til dæmis Grunt sem annað svona og líka auðvelt að setja upp og læra hvernig maður setur upp svona tusk í Gulp og til plugins fyrir alls konar hluti. Og spurningar þessu, hvað er NPM og Bower, munurinn þar á, kannski sérstaklega líka, og hvernig er þetta tengt þessum dependency managementi og taskrunnerar og hvaða verkefni vinna þeir. Þannig að við erum orðin nokkuð sjóið í því að keyra eins og Gulp til þess að keyra test eða JS hint eða keyra upp einhvern svona statískan vefþjón fyrir okkur til þess að birta okkur hvað er í gangi. Og Grunt og Gulp, Grunt og Gulp eru bæði svona taskrunnerar. Gulp plugin lauma sér í botninn. Það er þessa leiði til þess að í raun sækja og fá einhverja virkni og við þurfum nú yfirleitt ekki að skrifa neinn svona plugin sjálf af því að það er bara búið að gera langflest fyrir okkur. Svo fórum við yfir í Node.js og þá er það þessi skipting sem er svona mjög æskilegt að hafa á hreinu að við erum með einhvern framenda sem er það sem að klientinn, það sem að vafrinn er að birta í langflestum tilvikum. Þannig að það sem að við sjáum, það sem að við HTML okkar er tekið og parsað, CSS okkar er tekið og teiknað yfir HTML og JavaScript okkar er tekið og því hlaðið upp og það veitir okkur aðgang að einhverju virkni. Og það er þetta HTML, CSS og JavaScript, það er framendinn. Og svo erum við með á bakenda, erum við með einhvern vefþjón og hann er að útbúa það sem að er sent til clientsins. Og hann sendir það með HTTP yfir á framendan og hugsanlega tekur líka við einhverjum gögnum frá framendanum og vinnur úr þeim. Þannig að við erum ekki að fara að skrifa eitthvað JavaScript á framenda sem ég íta á einhver takka og það mun kallið eitthvað fall á bakendanum. Af því að við erum ekki með beina línu þarna á milli, af því að það fer alltaf gegnum HTTP. Við getum gert það með því að kallið eitthvað Ajax, kallið eitthvað svoleiðis, opna einhverja slóð eða posta á einhvern endapunkt, einhverja url til þess að kallið svona virkni, en við erum ekki með einhverja beina tengingu þarna á milli. Og það að nota Node.js svona er bæði gott af því að þá getum við nýtt þá þekkingu sem við byggjum upp á JavaScript, en það getur líka valdið því að maður kannski stundum er að ruglast á því hvaða JavaScript er maður að skrifa í bakendanum og hvaða JavaScript er maður að skrifa fyrir framendan. Þannig að svona er þetta í mjög einfaldari mynd. Bakendinn, þetta getur verið alls konar, Node.js, PHP.NET og fleira, Ruby on Rails, Django og svo framvegis. Og svo erum við með HTTP hérna sem er notað til að ferja á milli gögn fram og tilbaka til framendans og framendinn, HTML, CSS og JavaScript. En Node.js, þetta er svona plattform sem notar WAF8 sem er JavaScript-vélin frá Chrome, úr Chrome og þetta er notað til að smíða hröð skalanleg netforrit, notar atburðardrifið ekki blokkandi IO-módel sem gerir það létt, skilust fullkomið og fyrir röndum forrit, og við erum að nota þetta til að búa til bakenda. Og það að þessi atburðardrifið tengist inn í þessa atburði sem við höfum verið að taka þátt í á framendanum, nema á bakendanum er þetta þá meira þannig að við erum að eiga eitthvað við vélar, við erum að biðja um að opna einhverja skrár, opna einhver tengingu við einhver gagnagrunn, opna eitthvað, gera eitthvað network kall út í heim og þá viljum við ekki vera að bíða eftir því, heldur viljum við setja það á event lúpuna með einhverju callbacki, þannig eftir að eitthvað gerist þá er kallað í
það callback, það fall sem við skilgreinum að eiga að keyra þegar aðgerðin klárast. Og allar aðgerðir í þessum core Node.js sem svona nettan, eins og nettan og hægt reynt að halda utan kjarna af virkni og svo npm notað til þess að sækja fleiri og fleiri pakka. Og allar aðgerðir í core nota svona callbacks til þess að eiga við, til þess að nota þegar eitthvað tekur lengri tíma. Og I.O. mjög hægt með við þegar við erum að vinna bara með minni eða við erum að tala beint við CPU-ið. Og þegar við biðjum eitthvað I.O. þá erum við að senda inn einhvern atburð sem verður keyrt þegar stýrikerfið búið að gera þetta fyrir okkur. Og við gerum eitthvað annað á meðan. Og þessi callback eru á þessu formi function og svo kemur einhver villa hugsanlega. Ef engin villa þá fáum við null og svo kemur einhver gögn eða einhver listi af gögnum í framhaldinu. Og þetta nýtir sér þessar ósamfasa asynchronous aðgerðir og event loopuna til að taka við beiðni aðgerð og hún sér eitthvað bókhald og lætur okkur vita þegar það búið. Þannig að þá kemur það inn í það að við þurfum að hugsa ólínulega flæðið í forritunum okkar. Og þetta höfum við náttúrulega kynnst ágætlega í því að vera að vinna með eins og Express, þar sem við erum að taka við einhverju beiðni frá einhverju notanda. Við erum að opna tengingu við gagnagrunn og við erum að gera select-skipun og svo kom einhver gögn tilbaka og þegar það búið þá viljum við skila tilbaka til notandans. Og þarna getum við ekki skrifa þetta bara línu fyrir línu, heldur þurfum við að gera þetta með þessum callbackum og þetta mjög svona gott hugtak til þess að ná vel yfir. Svo erum við módula eða einingar nú betra orð og þá það leið til þess að skipta upp forritunum okkar í minni einingar og alltaf þegar við splittum upp svona hlutum þá verður það auðveldara fyrir okkur að hugsa hvað við erum að gera og hjálpa okkur að managea flækjuna sem bara allstaðar í hugbúnaðargerð. Og Node.js styður þessa hugsun algjörlega með því að nota npm, þar sem við getum sótt pakka sem eru allt frá því að vera jafnvel 2 línur að kóða upp í að vera fleiri hundruðir. Bara að því að við viljum ekki þurfa að skrifa eitthvað sem einhver annar búinn að skrifa, testa og keyra lengur en við og veit meira en við. Svo erum við með promises sem við fórum ekkert sérstaklega mikið yfir svona í praxis, en þau eru notuð til að samstilla svona asynchronous kóða eins og callbacks nema leyfa okkur að vinna með hlutina meira svona línulega. Þannig að við getum, við fáum svona monad sem að leyfir okkur að taka eitthvað gildi sem mun koma í framtíðinni og halda á því og segja, hey, þegar þetta gildi kemur, þá áttu að gera þetta. Og svo þegar það búið þá áttu að gera þetta og svo áttu að gera þetta. Og ef þið farið eitthvað að vinna áfram með JavaScript, þá eru promises alveg málið og eru bara meira og meira að verða að taka yfir svona bæði í Node.js og bara ný svona APIs fyrir Vavra. Þar sem að þau eru bara með svona promises-based APIs. Og svo erum við Postgres, þessi open source gagnagrunnur sem við erum búin að nota og mjög útbreiddur og mikið notaður. Við erum ekkert með eitthvað að fara beint út í það að hann sé Object Relational Database Management System. Hann bara gagnagrunnur sem við erum að nota sem svona relational database og við erum ekkert að fara meira út í það að nýta það en við þurfum. Þó svo að ég hvet ykkur til þess að nýta ykkur það að geta búið til primary keys og foreign keys og eitthvað svona til þess að vera með gögnin ykkar alveg á hreinu og allt það sem að relational gagnagrunnur getur gefið okkur. En fyrir okkur þetta bara svona einhver glorified tunna til þess að gema þetta í. Svo tókum við smá snúninga á unit testum og testing á Node.js, en þessi unit test að prófa einhverja einingu á þess að þurfa að horfa á alla heildina, þannig að við brjótum verkefnið upp einhver svona manageable bita og skrifum próf fyrir þá og yfirleitt eru þau ekki að snerta á einhverju mjög flóknu, þau eiga að vera fljót að keyra, þannig að við getum keyrt og jafnvel í hvert skipti sem við vistum skrána sem við að vinna í og fengi bara feedback, herðu þú braust þetta hérna sem þú varst að skrifa áðan,
þegar við varst að útfæra þessa nýju virkni. Þannig að þá erum við að búa til svona öryggisnet fyrir okkur. Og svo erum við með þessi test harness og test frameworks sem forrit og eitthvað svona stillingar á umhverfi sem sjáum að keyra prófin okkar, taka saman niðurstöður og láta okkur vita á stöðunni. Þau geta séð síðan að keyra einhverja virkni fyrir og eftir, sjáum að setja upp eitthvað umhverfi eða taka það niður. Svo TDD, Test Driven Development, þar sem við erum alltaf að ídra þetta að byrja á því að skrifa eitthvað próf sem klikkar eða bregst og skrifum svo kóða til þess að láta það próf og öll önnur próf sem við höfum smíðað í sambandi við það, sem þetta verða græn og hreinsa svo til eftir okkur, refaktora og keyra prófin. Og leiðu eitthvað brotnar, þá lögum við það og við erum ekki að skrifa kóða sem að ekki að keyra og láta eitthvað próf ganga. Og svo BDD, Behavior Driven Development, sem að eins og TDD, en í staðinn fyrir að vera að segja eitthvað að vera 0 eða vera jafnt og 0, þá erum við að skrifa þetta á sem einhverjum svona staðhæfingar. Að x ætti að vera jafnt y, foo should equal bar. Og þetta gerðum við í verkefni 5, þar sem við tókum góða æfingu í þessu. Og aftur, unit test og svona að skrifa test, það eitthvað sem maður heldur að taka í ógeðslega langan tíma, en svo ef maður fer að halda bókhaldi yfir hversu langan tíma maður að keyra manuáli einhver próf og berða saman við það ef ég tæki helminginn af þeim tíma, skrifaði bara einhver próf sem ég geti sem keyrt eins oft og ég vildi bara láta tölvuna sjá það á einhverjum millisekundum í staðinn fyrir að taka mig í hvert skipti kannski 30 sekúndur til 1 mínútu. Þá það líka rosalega gott að vera með test. Já, og svo svona annar expect eitthvað to equal eitthvað. Munurinn á framenda og bakenda, mjög góð spurning sem að mun á einhverju formi koma á prófi. Og hvað Node.js? Hvaða forritunarmál nota Node.js? Þegar Node.js ekki forritunarmál, það svona plattform sem notar JavaScript sem forritunarmál og WAF8 sem JavaScript tólk. REPL, þetta Read, Evaluate, Print Loop sem að við getum bæði notað með Node, með að skrifa bara Node í command line hjá okkur, eða við erum að nota í Vavra þegar við erum að nota konsolið þar. Og Node.js, atburðardrifið, hvernig það virkar og hvernig event loopan virkar og hvað gerist ef við blokkum, af því að Node.js keyrir bara í einum þræði, einum process, þá blokkum við bara allt sem að koma inn ef við förum að blokka með því að búa til einhverja endalausa lúpu. Ekki blokkandi I.O. Þetta að vera ekki að bíða eftir því að það lesin upp úr skrá eða opnuð einhver tengingu gagnagrunni eða eitthvað sóttu gagnagrunni. Synchronous og asynchronous flæði, hvernig að keyra bara línu fyrir línu niður versus það að vera með callback sem kallar eitthvað callback sem kallar eitthvað callback til að gera eitthvað. Og þá hvað eru callbacks? Hvað þetta callback hell? Þegar þú ert komið það með callback að þú ert komið með kóða sem alveg hingað. Event emitter, þetta svona observer pattern, þar sem að þú getur skilgreint einhvern hlut. Þegar eitthvað gerist, þá emittum við þessum eventum og við notum það ekkert sérstaklega en það sem að ég notað af öllum þessum mótunum til þess að vera svona atburðardrifið. Og hvernig skiptum við Node.js forritum upp í einingar, hvernig munurinn á því að vera kallið eitthvað í core versus kallið eitthvað úr NPM versus kallið eitthvað sem við höfum skrifað. Og bara svona þessi filosófíska spurning, af hverju skiptum við forritum upp í einingar? What's the point? Og require, sem þá leiðin til þess að resolva þessar einingar og sækja þær. Straumar og svona straumandi APIs. Promises, ekki það, kannski mikið farið yfir. Postgres og hvernig tengjust við Postgres og Node. Hvað eru einingapróf og test frameworks, hvað TDD og BDD, Mocha og Chai. Mocha þá verandi test framework og Chai svona assertion library sem leyfir okkur að skrifa svona BDD syntax. En HTTP, við erum nú kannski aðeins eftir áætlun hérna, en HTTP búið til að Timberlake í sambandi við það bara búið til vefinn. Og fyrst skjala 91 og svo erum við með HTTP 1 og 1.1 frá 96 og 99. Þetta fer yfir TCP/IP
og nýtir það sem sagt, og þetta OSI módel skilgreinir þetta sem notendaviðmót. Og svo erum við með DNS sem þetta Domain Name System sem notað til þess að resolva hosta, þannig að við biðjum hi.is og það fer yfir á eitthvað ákveðið lén undir einhverja ákveðinni IP-tölu, svona símaskrá internetsins. En HTTP svona request response protocol, client-server módelinu, þar sem við erum með eitthvað client, svo vafra, og við látum hann senda eitthvað request á server, serverinn framkvæmir einhverjar aðgerðir og sendir tilbaka response á clientin. Og requestið sem sagt einhver request-lína, einhver sem segir til hvaða HTTP aðferð við erum að fara að nota, hvaða auðlind við erum að biðja og hvaða útgáfa HTTP við erum með, og svo einhverja headera, tómalínu og svo hugsanlega einhver gögn. Responsið, það þá einhver status, hvaða útgáfa, staða, headers, tómlína og svo hugsanlega gögn. Og þessir headerar eru sendir bæði í requestum og responsum og þeir eru bara svona heiti og eitthvað gildi, aðskilja með tvípunkt. Og HTTP stöðulaust, það þarf ekki að geyma neinar upplýsingar á milli beiðna og við getum þó geymt stöður á ýmsa hátt. Svo erum við með URI og URL sem svona sérstaklega, þar sem URL þetta sem við erum að nota til þess að skilgreina auðlind og staðsetjana og þá hvernig URL líta út. Svo erum við með HTTP aðferðirnar, get, head og post. Get og post þar sem við nota langt mest og öryggi aðgerða að því leyti að ég get kallað endalaust með get í einhverju ákveðna slóð, ákveðið URL og ég á alltaf að fá sömu og ég á ekki að vera að gera neinar breytingar á stöðu sem skipta neinu máli. En svo ef ég að posta einhverju á eitthvað URL þá ég að fara að gera einhverja breytingu á öllum líkindum. Og item potency, það að ég geti keyrt sömu aðgerðina aftur og aftur og aftur og að gera það í fyrsta skipti eða enda skipti skiptir ekki máli. Það alltaf sömu niðurstöður, alltaf sömu niðurstöðunar. Á meðan að post ekki item potent af því að það mun gera einhverja breytingu. Svo erum við með þessa stöðukóða og það sérlega hvernig við skiptum þeim upp og þá við erum með 200 að þetta gekk, 400 að sé einhver villa hjá okkur sem einhver client og 500 að sé einhver villa hjá servernum sem við erum að eiga samskipti við. Við getum geymt stöðu með því að nota form og þá input hidden til dæmis og við getum nota HTTP cookies eða gögn í gegnum query-strengin. Caching, þetta leið til þess að geyma gögn, þannig að þegar við erum að biðja eitthvað þá erum við ekki alltaf að fá sömu myndina aftur og aftur og aftur ef hún hefur eitthvað breyst og þá getum við skilgreint þessa headera sem að segja til hvernig á og hve lengi má geyma hlutina og þá erum við með þessa ferskleika þar sem við þurfum ekki að gera neitt annað kall, við vitum bara að loforð að þetta sé ferskt eða þá þegar það rennur út að við getum beðið staðfestingu að við séum ennþá með fersk gögn og svo ef við gerum einhverjar breytingar að þá ógildum við það sem við erum búin að kassa. Vefþjónustur, þessi skilgreining á því að við erum með eitthvað kerfi sem að tala eitthvað annað kerfi yfir net og REST svona það sem yfirleitt talað í dag þegar við erum að tala vefþjónustur og þetta svona arkitektúrar stíll sem í raun ekki að segja til neina ákveðna útfærslu, heldur bara hvernig við hugsum samskipti á milli tveggja kerfa og takmarkanir þar á og það 6 takmarkanir þarna og svona samræmt viðmót það sem helst þar. Síðan fórum við meira yfir í praktík og notuðum Express og erum ennþá að nota til þess að búa til bakenda og þetta svona smátt í sniðum en gefur okkur mikla möguleika á að sækja nákvæmlega þá virkni sem við viljum og við getum fengið þetta request hlutin þar sem þá requesti sem að koma frá clientnum og það getum við fengið upplýsingar og gert einhverjar aðgerðir og svo fáum við response hlutin sem það sem við erum að fara að skila aftur til clientsins og þar höfum við eins og send og render sem við getum nýtt til þess að render eitthvað út, eitthvað HTML, CSS og JavaScript til clientsins sem við erum að biðja um Routes eru síðan þetta URI sem við skilgreinum fyrir einhverja ákveðna HTTP method og eitthvað fall sem keyrir þegar þetta keyrir. Allt mjög kunnulegt. Og svo erum við þessi middleware sem við getum notað til þess að skipta aftur útfærslunni okkar upp í minni einingar, bæði til þess að einfalda okkur lífið og til þess að geta síðan
húkka saman mismunandi hlutum eða jafnvel sótt einhvern hlut frá einhverju þriðja aðila og gert eitthvað sniðugt. Hvað er HTTP og hvernig flytjum við gögnin í DNS og HTTP samskiptin, hvernig fara það fram, þetta er client og server og hvað eru þessir headerar og hvernig geta þessi samskipti litið út og request og response sérstaklega og þessir headerar, já, og að það sé stöðulaust. URI og URL, hvernig getur URL litið út og hver eru helstu partar þess. HTTP aðferðirnar helstu, get og post þá sérstaklega og öryggi aðferða og item potency, stöðukóðar og skiptingin á þeim. Þurfum ekki að vita nákvæmlega hvaða stöðukóðar eru til, þetta er meira bara hvernig þeir haga sér og hvernig getum við geymt stöðu, hvað eru cookies, hver eru mismunandi típur þeirra, session, hvernig getum við útfært svona session sem er þá að búa til eitthvað sem að hangir á einhverjum ákveðnum client á milli requesta. Caching, hverju sjáum að cacha, við erum með þessa proxy cache, reverse gateway, reverse proxy cache, gateway cache og client caching og HTTPS og vefþjónustur, SOAP, það sem við erum að skilgreina í einhverju eins og WAF-STL skjali alla heimsmynd vefþjónustunar versus síðan REST, þar sem við erum meira að keyra þetta eins og vefurinn haga sér, en vefurinn er REST útfærsla. Hvað er Express, hvernig virkar request og response hluturinn í því, hvernig fáum við gögn frá notanda í Express og hvað eru og hvernig virkar middleware. En nú erum við með helling eftir, ekki taka smá pásu. Taka til 10 mínútur í smá pásu, aðeins að anda.
Herðu, drýjum þetta af stað aftur. Öryggi, þetta nú okkur ferskt í minni, þannig að við þurfum kannski ekki alveg jafn mikið staldra jafn lengi við. OWASP, Open Web Application Security Project, sem eru svona opin, óháð samtök sem vilja að við skrifum öruggari forrit og sem við getum treyst. Og það eru þessi topp 10 listi yfir helstu öryggishættur sem að við ættum að þekkja og þá sérstaklega náttúrulega helst topp 3 og í raun bara mjög góður staður til að vera á. Ef við vitum af þessu, þá erum við góð. Ef við vitum hvað fyrstu 3 eru, þá erum við enn betri. Ef við vitum hvað topp 5 þá erum við alveg, og ef við vitum allt topp 10, hvað þýðir allt saman, þá erum við alveg golden miðað við 99,9% af öðrum sem eru að forrita VF. En það er þessi topp 3, injection, að það er einhver árásaraðili sem sendir einhver texta, ekkert kannski endilega einfaldan, sendir texta sem nýtir sér eitthvað túlk og setningafræði hans, til dæmis SQL túlksins í database-vélinn sem við erum að nota eða eitthvað hvernig XML er parsað til þess að keyra sér einhvern kóða sem ætti ekki að hafa verið keyrður. Og þá er þetta SQL injection algengast en XML og til dæmis bara keyra aðgerðir í stýrikerfinu ef við erum einhvern veginn að pípa þeim beint inn. Og þetta vendum við okkur gegn með því að við erum bara fyrst er það, við treystum aldrei neinu gögnum sem við fáum frá notanda. Við keyrum alltaf í gegnum eitthvað sem að lætur okkur vita að þau eru ekki að fara að valda okkur skaða. Og þá erum við að nota parametræst viðmót í SQL. Við ætlum að escapea gögn. Til dæmis ef við erum að fara að keyra eitthvað beint á móti einhverju öðru kerfi og við vitum að ef við fáum punkt þar, þá springur allt upp, þá passum við að það fari ekki neitt punktu þar inn. Það er svona stúpid dæmi, en það er þetta escapea gögnin. Eða whitelista. Við vitum bara að það má bara þessi 5 atriði koma inn. Þá bara athugið, atriði sem er að koma frá notanda, það eitt af þessum 5, annars bara gerum við ekki neitt. Svo þetta broken authentication and session management, sem þá bara út af því að við útfærðum einhvern veginn auðkenningu eða bara notandaumsjónin okkar á einhvern hátt sem er brotinn, að þá getur einhver árásarali komið og stolið aðgangi eða gert eitthvað til þess að komast inn. Session fixation eitt dæmi þetta og þetta bara þetta að smíða auðkenningar og session kerfi rétt erfitt, þannig að við reynum eins og við getum að sleppa því. Og gallarnir geta verið á ýmsum stöðum. Svo erum við með cross-site scripting eða XSS sem það svipað þessu injection en það ráðast á JavaScript túlk vafrans. Og þá það svipað að við erum aldrei að fara að taka ykkur gögn frá notanda og birta þau beint aftur á vefnum hjá okkur. Hvort sem það þegar hann skrifar eitthvað inn í eitthvað form hjá okkur sem við vistum eða þegar við birtum það beint í gegnum einhvern query-string parameter eða eitthvað svoleiðis. Og þá það þessi persistent og reflected XSS árásir. Og það var að reyna að venda okkur en við treystum ekki á það, við vendum okkur líka sjálf. Og OWASP, injection árásir, hvernig komast í hjá þeim, notendakerfin og geymsla lykilorða sem við erum kannski búin að taka svolítið sérstaklega fyrir. Og hvað cross-site scripting, hvernig vendum við okkur gegn því. Hvað getur farið útskýrt þegar við vísum í gögn. Það þetta, þegar við fyrir niðar listan, hvað CSRF sama, hvernig getum við almennt tryggt öryggi, bara keyra einhver sjálfvirk forrit, fá rýni frá öðrum, fá öryggisúttekt og svo framvegis. Skilríki, þá hvernig erum við að nota skilríki til þess að fá fram HTTPS öryggi þannig á milli og hvernig þessi certified authorities eru að virka. En síðan web applications sem eru þessi seinasti partur, við ætlum nú bara að leyfa þessu að rúlla hérna meðan ég segi eitthvað, svo til að við komum í spurningar, tralalalala. Já, vola mikið hérna, það er mér hugleikið. Ok, kostur og gallar, MFC og frameworks, og þá framework við þekkjum þau í gegnum Express og sérstaklega routing og template, hvernig við notum það. Þannig að það er eiginlega alveg gulltryggt að það kemur einhver spurning það, hvernig við gerum svona, notum routing og template til þess að birta eitthvað. Það Jade template málið,
internationalization og localization og bara svona hvað þessi hugtök sem að framework geta hjálpað okkur með. En svo í lokin, verkefni 1 og 2, við viljum geta lesið úr HTML-töflu og formi, við viljum geta útskýrt merkingafræðilegt HTML og hvað það að nota HTML og CSS validation og gagnrýna einhverja HTML uppsetningu sem við munum sjá aðeins í prófinu sem við förum yfir. Gagnrýna CSS uppsetningu, hversu réttlætanlegt uppsetningin, hversu snyrtilegt og svo framvegis. Lesa úr CSS reglum og reikna gildi úr þeim. Útskýra hvaða responsive Svo hérna úr verkefni 3 og 4, byrjum að snerta á JavaScript. Bara dæmdum okkur út í það. Geta lesið úr einhverjum JavaScript kóða og gagnrýnt uppsetningu á honum. Með tilliti til, falla inndráttar, hversu snyrtilegur hann svo framvegis og bæta við að breyta, útskýra hvernig einhverjar dómaðgerðir eru framkvæmdar eða hvernig við myndum gera þær, hvernig atburðir, hvernig þeir virka og hvernig við getum tengt okkur við það til að ná fram einhverjar virkni, hvernig Bauer getur hjálpað okkur við það að halda utan verkefninu okkar, Gulp Tusk og Ajax virkni og JS virkni, JS hint, hvernig við myndum setja eitthvað svoleiðis upp til þess að keyra það alltaf fyrir eitthvað ákveðið og hjálpa okkur með að halda utan einhvern source kóða sem við erum að vinna með. JSON hlutir og hvernig þeir eru notaðir, hvernig þeir eru öðruvísi en JavaScript hlutir, hvað SAS og hvernig sú virkni með tilliti til CSS. Svo þessi seinustu verkefni, lesa úr testum, útskýra það hvernig við myndum skipta einhverju forriti upp í einingar og ef við varum til dæmis að nota Express sem dæmi, hvernig myndum við útbúa einhver rát og nota middleware einhvern veginn til þess að geta séð og stýrt aðgangi eða flæði í gegnum forritið okkar, lesa úr J-templati og bæta við að breyta Express-kóða. Callback flæði, þannig að ef við varum búin að setja upp eitthvað rát, hvernig myndum við láta það rát, sækja einhverjar upplýsingar úr gagnagrunni, villumeðhöndlun tengt því og birta það síðan með því að rendera eitthvað template og hvernig við erum að fara að validata gögn í bakenda og af hverju við gerum það í bakenda, af hverju ekki nóg að gera það bara í framenda og dæma kóða út frá öryggi, þá hvort að það sé verið að beita réttum aðferðum, hvort það sé möguleiki á XSS árás eða eitthvað svoleiðis og þessi callback flæði út frá gagnagrunni og hvernig við tengjum ef við erum með eitthvað forrit, bara hvernig á high level, hvernig erum við að fara að setja upp eitthvað verkefni. Þannig að, það var þessu lokið. Þá höfum við núna 25 mínútur og ég ætla að fara yfir prófið frá því í fyrra. Það hérna og hérna kemur einhvers staðar í full screen og getum zoomað inn. Ok. Það sem sagt, prófið hjá okkur verður 8. desember núna sem þriðjudagur klukkan 13:30 til 16 og það mun vera uppbyggt á sama hátt og þetta próf hérna sem það verða, af hverju er ég að hoppa yfir, ég ætla að hoppa yfir 2 síður sem ekki gott. Það mun vera skipt í 3 hluta. Fyrsti hlutin verða krossaspurningar upp á 30%, þar sem að allir krossar gilda 2% og það er bara eitt rétt svar hverju spurningu og það er ekki dregið niður fyrir vitlaus svör, þannig að endilega svariði, en ef þið svarið fleiri en einu sinni þá veit ég ekki hvað er það sem þið viljið, þannig að þá mun ég ekki geta að gefa ykkur neitt fyrir það. En 30%, 15 krossaspurningar og ef við bara rennum yfir þetta hérna, CSS shorthand, virkni sem CSS preprocessor gefa okkur aðganga til að skrifa styttra á skipulegri CSS, skilgreining í einni yfirlýsingu yfir mörg gildi með svipaða virkni,
þegar allar CSS yfirlýsingar eru skrifaðar í einni línu fyrir hverja reglu eða ný CSS 3 virkni sem skilgreinir styttri leiðir til að skrifa CSS. Hvað er rétt þarna? Ég nú ekki beðið ykkur oft að svara með krakkar. Come on. B, yes, vel gert. Callbacks og promises, aðferðir til að vinna með ósamstilltan asynchronous kóða eða ekki blokkandi I/O eða strauma eða atburði. Hérna svona ekki kannski besta spurningin, en bara svona ég að gera þetta sem sagt í þriðja skipti og ég hef alltaf látið einhverja félaga og kunningja að lesa yfir og reynda að ná öllum böggunum úr prófinu, en í báðum prófunum sem ég hef gert hafa verið slæmar spurningar. Þetta dæmi slæma spurningu sem ekki endilega augljóst hvert svarið en ég tek tillit til þessa. Þannig að ef ég tek eftir einhverju lélegri spurningu þá læt ég ykkur vita og ef ég tek ekki eftir því fyrir í yfirferð þá tek ég líka tillit til þess. Þannig að ef þið sjáuð eitthvað, þetta ekki fullkomið, látið mig vita og hugsanlega finnið bug og fáið hérna stig á mig. En hérna, hvað eftirfarandi á við þetta HTML? P er tag með class attribute, P er element með class tag, byrjunar og enda element er P, class er attribute og öll heildin er P tag, byrjunar og enda tag er P, class er attribute og öll heildin er P element. A mouthful. Þarna er A og D eru rétt, en D er réttast, þannig að það er dæmi að þetta sé ekki góð spurning. Það var það sem við að leita hérna. Svo er hérna dæmi þetta að ég mun láta ykkur skrifa einhvern kóða að því leyti að þið þurfa að taka einhver hugtök eins og föll og breytur og kannski einhverjar aðgerðir á einhverjum breytum sem ég gef ykkur og þið þurfið einhvern veginn að púsla því saman til þess að láta svona conceptually eitthvað keyra. Ég mun ekki skrifa kóðun ykkar inn í einhver túlk og gefa ykkur 0 ef hann keyrir ekki. Ég vil bara að þið getið komið til skila að þið skiljið hvernig við byggjum upp forrit eins og við höfum verið að gera í þessum verkefnum. Eða ég mun gefa ykkur líka einhvern svona kóðabút sem að þið að lesa út úr. En verið undirbúin undir það að þurfa að skrifa eitthvað og ég ekki að fara að biðja ykkur að skrifa kórréttan, hárréttan, fullkominn kóða. Af því að það ekkert leiðilegra en að vera að fara yfir próf og fólk skilur bara eftir 15% spurningu bara tóma af því það þarf eitthvað að gera við það að forrita. Þannig að það verður svoleiðis dæmi þar sem þið þurfa að skrifa eitthvað. Ég mun gefa ykkur eitthvað og þið þurfið þó að þið skrifið bara eitthvað sauðakóða, þá er það alltaf betra en að skilja bara dæmið eftir tómt. Þannig að please, ekki skilja eftir tóm dæmið. Spurðu mig og ég get kannski komið ykkur eitthvað á stað, en ekki vera hrædd við þetta. Þetta er ekkert mál. Þið eru búin að vera að skrifa þetta allan vetur, þið eru í tölvunarfræði, þið eru vonandi að stefna því að fara að forrita og að geta útskýrt kóða á blaði er mjög sterkt, þó að hljómið kannski ekkert skemmtilega. Það er ekkert mál. Þannig að, ok, smá rangt. En hérna, þegar við keyrum þennan JavaScript kóða, við erum með eitthvað fall hérna, multiplayer, sem tekur parametrin x og það skilar falli sem tekur y sem skilar x sinnum y. Svo skilgreinum við hérna eitthvað y sem er 10 og eitthvað m, einhver breytu m sem er með gildið með það að kalla í multiplier með 2. Og þá er spurning hvað kemur út úr þessu. Þannig hérna höfum við 10. Þetta hér verður fall, 2 kemur hérna inn í x, skilar falli sem að margfaldar tölu sem er gefin með 2. Þannig að þá er þetta hérna fastinn 10. Þetta er fallið sem margfaldar gefið gildi með 2. Og þá munum við kalla þetta með þessu hér. Og út kemur 20a. Hérna eru nokkur atriði sem þetta er að athuga, er eins og scoping. Að y hér er aldrei að fara að blandast við þetta y hér út af því að það er skópað innan fallsins. Og þetta er líka að skila falli, þannig að við verum að skilja það hugtak að í JavaScript getum við
skilað falli og keyrt það síðan bara úr einhverju breytu. Af því að öll gildi í JavaScript eru breytur eru ekki með típuna, heldur skilagildið á þeim. Þannig að hérna er þetta 20. SQLite, það var gagnagrunnur sem við notuðum í fyrra og á svo sem ekki við þessi spurning í ár, en það mun örugglega vera einhver keimlík spurning sem er svona, Postgres, eitthvað tengt okkar reynslu við það að nota Postgres. WCAG, lista tilmælum til að gera vefi aðgengilegri, skilgreindur á W3C, gera vefi öruggari, skilgreindur á W3C, vefi aðgengilegri, skilgreindur af ECMA, öruggari, skilgreindur af ECMA. Þannig að henni er svona aðeins verið að blanda saman. ECMA sér að skilgreina og staðla JavaScript og W3C er þá með þetta hér. W3C er með HTML, CSS og WCAG og WCAG er til að gera vefinn okkar aðgengilegri. Þannig að henni hefur við aftur A. 7. Þegar við útfærum skalanlega vefi þá þurfum við að skilgreina grind með föstum stærðum og nota media queries, skilgreina grind með hlutfallslegum stærðum og nota media queries, skilgreina box með föstum stærðum, nota JavaScript og media queries, box með hlutfallslegum stærðum, nota JavaScript og media queries. Þannig að, ef þið eru alveg búin að sökka ykkur í responsive, þá er þetta náttúrulega bara mjög einfalt og ég er ekki að reyna að hanka ykkur neitt þannig séð með einhverjum anstíkilegu spurningum, heldur meira bara ef þið skiljið þetta, þá skiljið þetta, annars getur þetta bara verið eitthvað blað fyrir ykkur. En það sem við viljum gera er að skilgreina grind með hlutfallslegum stærðum og nota media queries. Grind er þetta sem við erum að setja allt upp á. Við setjum boxin okkar á grindina á einhverju og boxin okkar geta verið mismunandi stór. Þannig að box er svona hugtak eitthvað content sem á sér eitthvað box í CSS. Þegar við biðjum eigindi á hlut í JavaScript kemur protótípukeðjan til sögunar. Nánar tiltekið þá ef eigindi er á hlut er því skilað, ef ekki er leitað upp protótípukeðjuna og leitað þar, ef ekkert finnst er undefined skilað, ef eigindi er á hlut efst í protótípukeðjunni er því skilað, annars er leitað niður keðjuna þar til komið er á hlutnum sjálfum, ef ekkert finnst er undefined skilað, ef eigindi er á hlut er því skilað, annars er undefined skilað, ef eigindi er á hlut efst í protótípukeðjunni er því skilað, annars er undefined skilað. Ok, ef við vitum að þetta er keðja, þannig við erum ekki að fara að skilgreina annarkvort á hlutnum eða einhvers staðar efst í einhverju keðju. Við hljótum einhvern veginn að vilja reka okkur eftir henni, þannig að þá hvort er þetta A eða B. Nei, af því að það væri efst í keðjunni, þá væri það í raun, ef við erum einhvern hlut og keðjan fer upp að efst og objekt er efst, þá myndum við ekki vilja byrja þar. Þú viljum byrja neðst og reka okkur upp keðjuna. Þannig að þetta er svona líka, í hvaða átt erum við að fara. En það er þetta hérna, ef eigindi er á hlut er því skilað. Þannig að við leitum alltaf á hlutum sem við erum með. Þannig að A er svarið hérna. Og svo leitum við upp. Við erum að finna þetta. Með cross-site request forgery geta óprúttinu aðilar látið notanda framkvæma aðgerðir á öðrum vefjum óafvitandi með því að nýta XSS-holur, nýta injection árásir, útbúa faldar HTTP-beiðnir, nýta þekktar villur í hugbúnaði. Hvað er hana? Yes. Þannig að við getum búið til einhverja mynd, þannig að þegar þið farið einhvern vef, þá keyrið þessa mynd, en þetta er ekki mynd, þetta er beiðni það að gera eitthvað sem við vildum ekki gera. 10 kökur eða cookies eru notaðar til að geyma stöðu í HTTP, geyma gögn á forminu nafn og gildi, eitthvað key value, fylgjast með notanda eða allt að þessu. Allt að þessu, fylgjast með öllu sem þið gerið.
Hérna svona mjög spesifísk spurning úr REST sem ég nú kannski held að sé ekkert alveg málið á þessum tímapunkti. En Hypermedia as the engine of application state takmörkun í REST. Hún snýst að client fær allar upplýsingar frá vefþjónustu í byrjun og nota tengla til að breyta stöðum. Client þarf engar frekari upplýsingar en þær sem hann fær í byrjun og nota tengla til að breyta stöðum og fá frekari upplýsingar. Client fær allar upplýsingar frá vefþjónustu í byrjun. Client þarf engar frekari upplýsingar en þær sem hann fær í byrjun. Þannig hérna, þetta að fá allar upplýsingarnar það sem að SOAP snýst svo litið að vera að fá í raun alla heimsmyndina og ég veit nákvæmlega hvaða föll eru og hvaða inputið taka og hverju þau skila mér. Á meðan að þurfa engar frekari upplýsingar en það sem ég fær í byrjun meira REST. Ég opna hi.is og það það eina sem ég þarf til þess að geta haldið eitthvað áfram. Ég get klikkað á linka, ég get lesið efnið. Þannig að það eru engar frekari upplýsingar hérna eða engar frekari upplýsingar en það sem hann fær í byrjun. Það hérna B, þegar við erum síðan að fara að nota tengla til þess að breyta stöðum. Þetta svo dæmi sem tókum hann með GitHub, þú veist. Við förum bara inn á api.github.com og við fáum bara linka sem að leiða okkur áfram og við sjáum hvað í gangi. Hérna, sniðmát eða templating eitthvað sem framework bjóð upp á. Hver hugsunin með þeim? Útbúa útlit óháða virkni, útbúa góðar og skýrar slóðir, url, setja upp stuðning við þýðingar, gera vinnu með gagnagrunna einfaldari. Hvað gerir template? Já. Jú, þetta svona af þessu, þetta svona aftur kannski ekki alveg nógu clear, en hérna yfirleitt viljum við fá templatein okkar og þau eru óháð einhverju ákveðinni virkni hvernig við byggum til template eða hvernig við sóttum ykkur gögn. Þannig að við erum að skaffa templateinu gögnum, sama hvernig við fengum þau og þau eru birt síðan. En JSON, munurinn á JSON og JavaScript, helst að nefna, lyklar JSON verða að vera strengir, lyklar JSON mega vera úr lista frátekinna orða, sem svo við megum ekki nota breytunöfn sem eru control flow og eitthvað svona funksjón og eitthvað svona. Gildi í JSON mega ekki vera föll eða allt að ofan. Mega JSON gildi vera föll. Allt að ofan. P&P, slöppum við það í ár. Og seinasta cross-spurningin hérna. Ef við framkvæmum aðgerð í HTTP og stöðukóðun sem kemur tilbaka með tölugildi 500 eða hærra, gefur til kynna að aðgerð tókst, kóði gefur til kynna hvernig það nákvæmlega tókst, aðgerð var beint eitthvað annað, redirected, aðgerð tókst ekki og villinum að finna hjá okkur í client, aðgerð tókst ekki og villinum að finna hjá vefþjón á servernum. D, 500 og þá var það serverinn, ef það var 400 þá var það við sem einhver client, 300 þá var það redirected og 200 hvað að segja okkur svona success. Ok, síðan 40% verða ykkur svona forritunarspurningar og það nokkuð örugt að þær muni skiptast þannig að einhver þeirra mun díla með HTML og CSS, einhver mun díla með JavaScript og einhver mun díla með JavaScript á bakendanum eða Node.js. Þannig að hér erum við með einhver HTML boot og eitthvað CSS og hér spurningin tvíþætt. Í fyrsta lagi má gagnrýna einhver að minnstakosti 6 atriði við bútana á ofan, bæði við HTML og CSS, það eitthvað sem betur mætti fara og í heildina eru atriðin 8 eða 9 sem að ég setti, 8 sem ég var búin að tellja upp en svo var 9. atriði sem ég einu sinni fattaði ekki, þannig að þetta gaman að þessu. Þannig að hérna
hérna það bara að telja upp þessi atriði, þannig að við kíkjum aðeins á þetta aftur. Ef við byrjum á HTML-inu, hvað hérna, mætti betur fara? Þetta mætti vera main. Hvað byrjum? Jesus maður. Þetta mætti vera main. Næsta lína, eitthvað að henni. Ekki inline style. Section, ok. Tiltölulega saklaust. Og svo erum við eitthvað paragraf hérna, einhver mynd. Allt textan á myndina vantar. Svo hefur við einhvern link hérna. Og við hann má athuga að já, við ætlum ekki að binda þetta svona við ætlum að gera þetta í JavaScript skránni okkar með því að nota add event listener. Svo hérna að section mætti kannski ekki vera eina innihald article, heldur mætti þetta bara vera standa sem eitt section sem réttmætt athugasemd við þessa uppsetningu. En við CSS-ið við erum að nota Universal Selector hérna sem ekkert endilega sniðugast í heimi af því að hann mjög hægur af því að það þarf að skoða öll element á síðunni. Við erum að skilgreina leturgerðina hérna og hvað mætti betur fara í því? Ef ég var að biðja Roboto sem ekki system, þetta einhver fontur sem ég að sækja einhvers staðar frá og ég sækja hann ekki, vil ég þá ekki skilgreina einhverja fallback leturgerðir hérna. Svo þetta svo sem allt í lagi og fyrir article þá erum við hér, hvað mætti betur fara hjá okkur hérna? Já, getur nota shorthand hérna, skrifa þetta allt hérna inn í einni línu og svo mættum við hér sleppa því að nota important nema að sé einhver sérstök ástæða en almennt ættum við ekki að nota það. Og eitt atriði viðbót. Svona til að vera mjög svona smámunasöm. Akkurat, font size í EM hérna og já, til að vera extremely pedantic, þá myndum við hafa þetta hérna í stafrófsröð. Sem ég myndi bara hafa fengið auka hérna punkt. En síðan að reikna út hæðina og breiddina á article samkvæmt box-módulinu. Þannig að reikna bara út box-módulið eins og við hérna út frá þessu hvað breiddin, hvað borderið, hvað paddingið, hvað marginið. Þannig að hérna erum við með þetta article box sem við viljum reikna út stærðina á og það séum við breiddin á því 50% af containernum. Hann 500 pixlar, þannig þá það 50% af 500, 250 pixlar, en síðan það aukalega hvað? Border og padding vinstra og hægra megin. Þannig að við erum með 2 pixla og 10 pixla hérna, en svo erum við búin að fjarlægja left og við erum búin að bæta 15 hérna á hérna hægri hliðina, en svo hérna, já, padding top, það kemur eftir. Þannig að það sem við endum með 2 pixlar hér, pluss 15 pixlar eða width 269 pixlar. Og svo hæðin, hún bara 500 pixlar, hún ekki hlutfallsleg hér og hún tekur líka 2 pixla í border og svo tekur hún padding 10 uppi og 10 niðri en hérna þetta fær hærra precedence en þetta hér nullar annað aðra þessum 10, þannig að við fáum 500 pluss 4 pluss 10 eða 514 pixla hátt box. Svona, já, ég finnst þetta svolítið svona skemmtilegt að leyfa ykkur að gagnrýna, þannig að ég hugsalega mun ég
gera þetta aftur. Í hittifyrra vorum við síðan með bara að reikna meira að dóti og það kannski ekki endilega skemmtilegt, séu hvernig við lendum þessi ár. En svo erum við hérna með að útfæri virkni sem staðfestir að nafn og netfang sé rétt útfyllt, búið að skilgreina HTML fyrir formið og draga grinda JavaScript virkni, jQuery til staðar og skal notað. Og svo setjum við fyrst hérna spurningu, hvað ber almennt að hafa í huga þegar við staðfestum gögn frá notendum með tilliti til öryggis. Og þá erum við hérna að fara að útfæra einhverja framenda virkni til þess að staðfesta upplýsingarnar frá notenda. Er það nóg? Við viljum alltaf áður en við setjum eitthvað, þá viljum við vera 100% viss hvað það er. Ef við erum bara að fara að treysta á eitthvað í framöndanum, þá erum við bara að fara að leyfa fólki að bara opna DevTools og fjarlægja required eða slökka á JavaScripti og senda síðan eitthvað svona óæskilegt til okkar í gegnum formið okkar. Þannig að það sem við viljum gera er að við viljum staðfesta gögnin. Í fyrsta lagi, við viljum staðfesta að gögnin séu á einhverju formi sem við gúttunum. Og í öðru lagi viljum við gera það í bakendanum, þar sem við erum viss að við höfum fulla stjórn yfir því hvað er að gerast. Og svo í þriðja lagi þá viljum við líka gera það á framöndanum bara til þess að gera upplifun notandans betri. Þannig að það að skrifa eitthvað þetta er það sem var búist við hér, en aðalega það að það er ekki nóg að staðfesta bara gögnin í framenda. En þá fáum við hérna eitthvað form, tiltölulega bara einfalt, og síðan einhvern svona kóðabút, þar sem ég er búin að skipta út einhverjum ákveðnum hlutum fyrir bókstafi. Þannig að þar sem við höfum 3 mínútur, þá ætlum ég bara að renna yfir þetta. A hérna, þetta submit gefur til kynna að þetta er að vera bara formið, þannig að strengurinn form, þannig að hérna er þetta að vera nákvæm og uppfyllið málfræðileg reglur JavaScript, þannig að það var ekki nóg að setja bara form, það er að vera strengurinn form, til þess að fá fullt fyrir þetta. Og hérna erum við þá með form, sem er þá this, sem er þá bara formið, af því að það er bundið við hérna þetta fall, hérna væri this, það, og við segjum að það sé í byrjun valid og síðan viljum við hreinsa fyrri villur og þá ef við sjáum, hvað þetta er skemmtilegt, ef við sjáum hérna uppi, þá er hérna eitthvað ul ID errors og við viljum hreinsa það, þannig að við, space virkar, þannig að við viljum gera hérna strengin milla errors til þess að velja nákvæmlega það. Svo sé hérna, það er bara eitthvað breytunafn, en breytunafnið er hérna gefið einhvers staðar hérna neðan og það er í raun, við erum með name og við erum með e-mail, þannig að þetta er name og hérna fyrir d-ið hér, þá erum við að fara að finna í forminu einhvern selektor sem mun gefa okkur e-mail-reitin, þannig að d er bara e-mail eins og þetta fyrir ofan, þannig að þetta er svolítið svona gefið hérna, þetta er bara speglað og ef að name er ekki tómistrengurinn, ef að name er tómistrengurinn, þá viljum við hérna appenda á eitthvað að hann sé vitlaus og það er þá á errors, þannig að það er hérna það sama á hérna b og valid er þá bara true, false, true, false, false og þá er hérna aftur f og f hérna sami, þannig að þetta er svona aðeins verið að leiða mann áfram og hérna síðan er þetta aftur svona tiltölulega gefið, G, það er hérna, e-mail og I hér, og það er eiginlega gefið af því að það er append hérna, þannig að þetta er svona, ef við vitum hvað er í gangi, þá er þetta ekkert voðalega flókið, en ef við vitum ekkert hvað er í gangi, þá getur þetta verið svolítið svo kínverska bara. Þannig að geta lesið svona kóða og skilið hvað er í gangi. Og svo í lokin hérna, þetta hérna, prevent default, frekar svona kannski eini næsti parturinn af þessu hér. En eitthvað í áttina að því að segja það að við viljum ekki submita forminu, það er dugað. Þú veist segja, ég man ekki hvað heitir, en
að safnist ekki formið betra en að skilja þetta eftir aukt, af því að þá veit ég allavega hvað það og það kannski fatt að já, það var svolítið lúðalegt að mér að biðja svona sem að fólk man ekkert endilega. En ok, svo hérna var P&P spurning það sem var eiginlega bara tekið nákvæmlega upp úr einu verkefninu. Og það mun vera eitthvað svoleiðis, það mun bara, ég mun taka eitthvað sem við erum búin að gera og ég mun svona einfalda það, gefa ykkur einhverjar ákveðnar forsendur, gefa einhvern ákveðin kóða og svo mun ég biðja ykkur það annarkvort að skrifa eitthvað kóðan eða taka og skrifa einhverjar nokkrar línur, þú veist, já, hérna þurfum að gera for, hérna þurfum að gera if, bara þú veist, hvernig myndið þið stýra flæðinu hérna í gegn. Og það mjög líklegt að það sé eitthvað svona express dæmi. Þannig að hérna þetta svona mikið gefið og reynt að vera með eitthvað svona hérna. Og hérna þarf að útfæra eitthvað. Og þó svo að þetta sé hvítt blað og maður er að skrifa eitthvað kóða í prófi, þá þetta ekkert voðalega mikið mála. Þegar við bara skrifum eitthvað, krotum bara niður eitthvað sem við höldum að sé nokkurn veginn að skila okkur í því, svo bara ítur við það. Bara gefum okkur góðan tíma í þetta. En að lokum síðan eru 4 ritgerðarspurningar þar sem að 3 bestu svörin gilda. Þannig að hérna ég bara með einhverjar spurningar og ég mun vera búin að búa mér til einhvern lista yfir það sem ég að leitast eftir. Þannig að, og það mun þá fylla upp í þessi 10% eins og hér. Þannig að hérna, hvað HTTP kassing í vefforritum, hvað það útfært og hvernig, hverju sjá að kassa. Þannig að hérna var ég að leita eftir að það útfært í HTTP með því að nota headera. Við segjum til með headerum hvernig við viljum kassa og við erum með þessar 3 leiðir. Við erum með ferskleika og staðfestingu sem svona aðalmálið og svo þessa ógildingu ef við erum búin að gera eitthvað. Það orðið svolítið detailed en við vitum það hvernig þetta fer fram og við erum með vafra sem getur verið að kassa eitthvað og við erum með proxya sem getur verið að kassa eitthvað og svo þessi gateway sem komin enn frekar meira og svo bara taka dæmi. Það bara alveg gulltryggt. Ef þið vitið ekki að skrifa aðeins þetta og taka svo dæmi. Ég að brása netið og ég ekki alltaf að sækja þessar myndir á Facebooka því að þær eru kassaðar og það gerir það verkum að það minna sem að þarf að fara á milli yfir networki og svona. Bara yfirleitt að vera svona to the point en samt svona reyna að fara á breiddina frekar en að fara mjög djúpt í eitthvað efni. Og hvað Node.js? Það hérna plattform byggt á WAF 8, notar JavaScript, ekki blokkandi I/O, einfaldur kjarni, notar NPM til að sækja pakka og fá hérna meiri virkni þannig og atburðardrifið. Notendaumsjón útfærð, þannig að það verður einhver öryggismiðuð spurning sem að þið þurfum eitthvað svona fabulera og hérna þetta að stela aðgangi eða gögnum, við viljum ekki smíða sjálf notendaumsjón ef við komumst hjá því og svo eitthvað dæmi, bara eitthvað dæmi það hvernig þetta að nota svona, þið getið bara það sem eitthvað dettur í hug, bara ef þið skiljið hvernig þetta ég ekki að reyna að fá eitthvað nákvæmlega teknilega útlistun á því hvað við þurfum nákvæmlega að gera til að koma veg fyrir þetta. Þetta meira bara að þið gerið eitthvað grein fyrir því að ef þið þurfið einhvern tímann að gera svona, að þá, þetta gæti komið upp. Og að við myndum leita eitthvað upplýsinga á óvart til þess að vita hvernig við ættum að bregða svona við og hvernig við ættum að gera úttekt á þessu og svo framvegis. Hvað með opnaðleikingar? Þá við að að auðkynningin, að þetta þetta broken authentication og session management sem að OWASP skilgreinin sem númer 2 yfir helstu hættur á vefforritum. Að í raun við smíðum eitthvað en við útfærðum logoutið ekki rétt. Þannig að ef þú ítir á logout þá eyðist ekki sessionið. Þannig að ef ég einhvern veginn kemst yfir sessionið þitt þá get ég samt ennþá komist inn á þínu nafni. Eða ef það eitthvað svona recover password virkni og ég get einhvern veginn látið henn að senda bara öll password á mig bara með því að breyta ykkur í forminu eða eitthvað. Þannig að það eru svona atriði sem að hérna gæti verið og það alveg mýmart sem getur farið úrskeiðis. Og svo ég voða hrifinn af einhverju svona að gefa einhverja forsendur og biðja ykkur svona að lýsa því hvernig þið myndu setja þetta upp. Þannig er þetta bara alveg svo
þetta lokaverkefni viljandi opið og svona margrætt hvað má gera í því, þá þetta líka svona, þið getið skrifað það hvernig þið myndu bara setja þetta upp. Og þá ekkert bara eitthvað, ég myndi gera síðu sem væri svona, sem þú lítið að takka og gerist þetta og gett. Meira bara eitthvað, alveg bara basic. Ég myndi skrifa HTML sem væri merkingabært og myndi huga að leita bestu út af því að þá getur þetta ef það tengist eitthvað inn í forsendurnar. Ég myndi nota Bootstrapa þegar eitthvað. Ég myndi nota Bower til þess að halda utan um þetta. Bara að þið hafi svona, þannig getið sýnt mér hvað stendur eftir þennan tíma okkar saman. En ég ætla ekki að hafa meira í dag og á föstudaginn verður bara almennur umræðu, stóðtími, eitthvað. Ég þið getur komið, þið getur spurt mig hvað sem vonandi eitthvað tengt námskeiðinu, fengið aðstoð við lokaverkefnið og svo áfram í dæmatímanum hjá mér á föstudaginn. En annars bara, ef ég sé ykkur ekki, takk fyrir önnina og sjáumst 8. des.